Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo sótti í dag formlega undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Ekki ljóst hvernig viðskipti félagsins hafa gengið utan Kína. Innanríkisráðuneytinu barst nú síðdegis umsókn frá Zhongkun Group, félagi í eigu kínverska fjárfestisins Huang Nubos, að fá undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo hefur falast eftir að kaupa rúmlega 30.000 hektara land sem tilheyrir Grímsstöðum á Fjöllum. Innanríkisráðherra sagði fyrr í dag að málið yrði skoðað óháð þjóðerni hugsanlegs kaupanda. Ég veit ekki hvað það sem vakir fyrir þessum kínverska einstaklingi og ég ætla ekkert að gefa mér í því efni. Ég vil almennt halda utanum hagsmuni Íslendinga og passa upp á okkar land og ekki kyngja neinu ómeltu. Ekki hefur fengið staðfest hver umsvif Nubo eru bæði innan og utan Kína. Á vefsíðu Zhongkun Group eru tilgreindir rúmlega 40 dótturfélög sem öll tengjast fastegnum, ferðamennsku, tennisklúbbum og öðrum tómstundaiðkunum. Félagið virðist eiga nokkur hótel en erfitt að henda reiður á hvað búið að byggja og hvað í bígerð. Á vefsíðu félagsins eru engar upplýsingar eigendur, fjárfesta eða afkomu. Innanríkisráðherra segir að þetta mál eigi að vera tilefni til að endurskoða auðlindalöggjöfina. Skiptir eignarhald á Íslandi engu máli? Ég held að geri það. Og þá ég fyrst og fremst að horfa til auðlindina, en ég líka að horfa til náttúru landsins. Við viljum ráða því hvernig farið með okkar land. Þess vegna skiptir eignarhald máli.